Á undanförnum vikum hafa ómerkilegir spunameistarar reynt að gera úr því stórmál að á vormánuðum var bindiskylda af innlánsreikningum íslenskra banka erlendis felld niður að beiðni bankana, einkum Landsbankans. Rökin voru þau að samkvæmt evrópskum reglum væri slík bindiskylda röng og bindiskylda væri hugsuð til að minnka peningamagn í umferð og þessi innlán væri ekki flutt til Íslands og því væri bindingin óeðlileg. Meira að segja prófessor við háskólann sem virðist ekki einu sinni vita hvað bindiskylda hafa étið vitleysun upp eftir sérstökum spunameistara Samfylkingarinnar í Landsbankanum, reyndar þeim sama sem agiteraði við Seðlabankann fyrir niðurfellingu skyldunar. Þessi bindiskylda, hvort sem hún var eða fór, hafði engin áhrif á söfnun Icesave-reikninga í Bretlandi, ekki minnstu, og óveruleg áhrif á lausafjárstöðu Landsbankans hér heima. En á þessum tíma voru allir seðlabankar í veröldinni að reyna að liðka fyrir slíku sem þeir máttu. Og hún hafði sjálfsögðu ekkert með bankahrun að gera. Þessi spun því ómerkilegur og ósæmilegur pólitískur áróður háttsett starfsmanns Landsbankans fyrir og eftir hrun, jafnvel þó sá kalli nú ekki allt ömmu sína. Góðir fundamenn, Evrópumálin voru farsællega leyst á fundum hér í gær og flokkurinn hefur nú trausta og heilsteypta stefnu í málinu sem enginn þarf að velkjast í vafa þótt örlað hafi á slíkum misskilningi hjá talsmanni flokksins í fréttum í gær, en það hlýtur að lagast. Hinn svokallaða endurreisnarskýrsla hins vegar mikil hrákasmíð, illa samin og full af rangfærslum. Ég sé mikið eftir þeim fallega trjágróðri sem felldur hefur verið til að prenta þetta plagg í stóru upplagi. Það þó ekki hægt með sanngirni að neita því að það sýnir athyglisverða kímnigáfu að fela manninum sem var ráðinn af Jóni Ásgeiri, Hreiðari Sigurðsson og Hannesi Smárasyni til að stýra samtökum atvinnulífsins að undirbúa nýja siðareglur fyrir sjálfstæðismenn. Ég nefndi þjóðstjórn á frægum fundi í ríkisstjórn í september og fékk kárínur fyrir, jafnvel frá þeim sem síst skyldi. En það gladdi mig að formaður flokksins viðurkenndi í ræðu sinni að þá leið hefðu menn átt að reyna til þrautar. Kæru vinir, það styttist í kosningar. Sú verklausa vinstri stjórn sem nú situr fyrir ótrúlegan klaufagang Framsóknarflokksins á hverjum degi að auka vandann sem við að eiga en ekki minnka hann. Og það sem meira hún hótar að starfa áfram eftir kosningar. Gerist það, mun kreppan framlengjast 4 ár og dýpka mikið. Það sagt að sjálfstæðismenn sé með vindinn í fangið núna. Það má vera, en hvað með það? Þetta pólitískur vindur sem á okkur beljar. Pólitískur vindur lítur ekki lögmálum Veðurstofunnar. Öflugur flokkur sem ekki hefur svipt sjálfan sig sjálfstraustinu getur annað tveggja, siglt vindinn eða breytt vindáttinni sér í hag. Stjórnmálamenn gera skissur, það hefur allur heiminu vitað lengi. Það má fyrirgefa skissur og það oftast gert. En það ófyrirgefanlegt ef menn gugna fyrir rás atburðanna. Það má aldrei bogna þó á móti blási, það má aldrei hika þótt herði að og það má ekki einu sinni líta undan þótt sýnin sé ekki frýnileg. Og það má aldrei svíkja sjálfan sig og það sem maður í hjarta sínu trúir á fyrir stundar ávinning. Af hverju andrúmsloftið okkur mótdrægt? Það engu líkara en tekist hafi að telja fólki trúum að sjálfstæðisflokkurinn sé baugsflokkurinn. Það var kannski Geir Haarde sem flutti borgarnesræðurnar eftir allt saman. Það ekki nóg að hafa sannleikann sín megin, menn verða að hafa afl til að andæfa lyginni. Þeir sem drápu fjölmiðlalögin innleiddu hér lygina, þeir eru hennarmenn, ekki sjálfstæðismennirnir. Þegar Sigmundur Ernir fór að fréttastofu Baugs, beint í framboð fyrir Samfylkingunni fyrir norðan, rakst ég á fyrrverandi starfsmanna þeirri stöð. Ég var að undrast þessi hröðu vistaskipti en sá sagði að þetta væri ekkert merkilegt.
Sigmundur Ernir ákvað bara að færa sig til innan samsteypunnar. Það er búið að stunda grímulausan áróður úr þessari átt lengi, hvað svo sem menn hafum það að segja hér eða annars staðar. Auðvitað er erfitt að leiðrétta rógburð og níð, sérstaklega ef hann stendur lengi og er vel skipulagður. Látið þið mig þekkja það. En sannleikurinn er seigari en þetta lið heldur. Hann hefur betur að lokum. Auðvitað er hvers konar hroki ástæðulaus, óþolandi og ögrandi. Auðvitað er sjálfsagt og skylt að sýna auðmýkt og viðurkenna hreinskilnislega þar sem mönnum hefur orðið á. En auðmýkt er eitt, aumingjadómur er allt annað. Þeir fulltrúar fjöldans, þingmenn eða aðrir, sem eingöngu segja það sem þeir halda að falli að tónum þeirra sem hæst hafa eru gagnslausir menn. Þeir sem hins vegar eru nestaðir skoðunum sem eiga rót í trúnni á manninn, heilbrigðum vilja hans til framtaks og trúa jafn fast á það að í erfiðleikum eigi að mylja mest undir þá sem máttvana eru og styrkja þá, og þeir sem eru tilbúnir til að takast á við þá sem þessar mundir kasta lengstum skuggum á lífið í landinu, þeir munu best duga okkur núna. Það er þýðingar mikið, það er lífsspursmál að slíkir menn séu til í þessum sal núna. Ef þeir finnast ekki hér, er réttast að taka undir með séra Sigvalda að nú sé kominn tími til að biðja Guð að hjálpa sér.